Velkomin í föstudagsþáttinn. Við hefjum leika á Siglufirði. Það þjóðlaga hátíð að bresta á og til mín kominn Eyjólfur Eyjólfsson, en hann umsjónarmaður þjóðlaga seturs. Velkomin. Takk fyrir. Hvenær hefst hátíðin? Hún hefst núna í næstu viku, á miðvikudaginn, 3. júlí. Og hún í marga daga? Hún í nokkra daga, alveg fram á sunnudag. Já. Þannig þetta stór hátíð. Já. Og margir viðburðir á hverjum degi? Já, helgin svona viðburðaríkust, en tónleikarnir á miðvikudaginn eru einir tónleikar, miðvikudagskvöldið, klukkan 8 í Siglufjarðarkirkju, og svo ferðin bara jafnt og þétt fjölgandi, og hápunkturinn laugardagurinn, þar sem eru nokkrir tónleikar yfir allan daginn. Víðs vegar þá Siglufjörð eða alltaf sama stað eða? Nei, þetta eru nokkrir staðir og aðal svona miðstöð hátíðarinnar Síldarminjasafnið. Já, falleg umgjörð. Já, mjög. Ofsalega sérstakur staður og einstaklega vel hannaður og vel úr garði gerður. Það Örlygur Kristfinnsson sem nú heiðurinn af því og þetta eiginlega hinn fullkomna sviðsmynd fyrir þjóðlaga hátíð. Allt svona gamalt og... Einmitt. En þetta að vera með tónleika í öllum þessum rýmum eða eitthvað svona uppáhaldsrými þeir eru með svo mörg hús? Já, í rauninni væri hægt að hafa tónleika í öllum skúmaskotum þarna. Já. Bara mjög stóra náttúrulega. Já. En það bátahúsið sem hefur svona verið mest notað og þá sérstaklega fyrir svona stærri tónleika. Og, þá hljómsveitin í bátnum og áhorfendur á bryggjunni eða allir gangur á því? Já, það þannig. Þetta eins og að ganga inn í alvöru sviðsmynd. Þannig eru veggirnir allir dökkir og lýsingin svona dempuð. Þannig að þetta svona eins og kvöld á Síldarbryggju á Siglufirði svona síðla ágúst. Vá, hvað það hljómar ævintýralega. Mjög. Eitthvað að vera í Guðshúsinu, þarna litla skúrnum, hvað heitir hann, Guðsmaður? Gústi Guðsmaður, eitthvað í litla skúrnum þar? Nei, það góð hugmynd. Það frábær hugmynd. Það geti einn verið eitthvað með fiðlu eitthvað. Já, einhvern gjörning þar sko, einhverja kveða. Já, einhverja kveða. Til dæmis Pétur Húni Björnsson, kveðamaður, hann var í bátahúsinu á einni þjóðlagahátíðinni, sat þarna á stól í held ég meira en klukkutíma og bara hvað. Vá. Mjög flott. Þannig að þetta býður upp á svo mikla sköpun. En þjóðlaga setrið sjálft, eitthvað hægt að vera með tónleika þar? Ætlaði að gera það? Það hafa verið viðburðir þar og í ár verður sýning á fiðlum, fiðlusmíði, ég er með þetta hérna í símanum. Já. Það sem sagt fiðlusmiður sem kemur og ætlar að sýna fiðlurnar sínar. Okay. Það Svavar Garri Kristjánsson, fiðlusmiður. Kemur bara með allt safnið sitt? Já, allavega nógu margar mörg hljóðfæri til að sýna og þau verða væntanlega hengt þarna á veggina. Og Bjarnastofa aðalrýmið í þjóðlagasetrinu og mjög hentug fyrir svona líka litla tónleika. Og þetta nú líka falleg umgjörð. Mjög, virkilega, svona stemningsrík. Og þjóðlagasetrið í þessu svokallaða Maðdömuhúsi, elsta hús Siglufjarðar og svona miðstöð þjóðlaga hátíðarinnar. Þarna eru miðarnir keyptir og fólk kemur saman og fær sér kaffi og svona áttar sig á staðháttum. Þannig að þetta svona góður miðpunktur. En svo eru sem sagt tónleikarnir aðalega þarna í Síldarminjasafninu og í Siglufjarðarkirkju. Og þetta búið að vera undirbúningur alveg frá því í fyrra bara eða hvenær hefði þið undirbúninga þessari hátíð? Sko það Gunnsteinn Ólafsson sem sér alla listræna stjórnun og hefur staðið í ströngu síðustu 20 ár. Já, þetta 20 ára afmælishátíð. Þetta nefnilega 20. sinn, mjög merkilegt og þetta ein af elstu hátíðum, tónlistarhátíðum á landinu. Og hann að skipuleggja þetta allt árið kring. Og það leita til hans fólk, hvaðan hafa úr heiminum. Já, þetta ekki bara Íslendingar að koma fram. Nei, þetta nefnilega mjög fjölbreytt. Mjög fjölbreytt dagskrá og það merkilega að fólk, tónlistarmenn, tónlistarhópar hafa samband sérstaklega við Gunnsteinn til að fá að koma á hátíðina. Þá þetta bara búið að skapa sér einhvern sess. Nú veit fólk af þessu og nú veit fólk taka þátt. Þetta bara frábært ef þetta getur rúlað svoleiðis. Já.
Og þetta nefnilega mjög merkilegt og þannig að því þetta í sjálfu sér ekki það stór hátíð og hefur ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að bjóða fólki frá öllum heimshornum nákvæmlega til að koma. Þannig að það sem ég gert að þá eru erlendi gestir beðnir að afla sér styrkja. Fyrir ferðarkostnaði og þannig þetta hægt. Þannig að það má segja að það eru margir aðilar, opinberir og einkaaðilar víðsvegar heim sem að styrkja þessa hátíð. Sem taka þátt í þessu. Eru margir svona alþjóðlegir gestir að koma? Það eru nokkrir. Til dæmis bandarísk svona bluegrass hljómsveit, mjög spennandi, sem verður með ballið á Kaffi Rauðku laugardagskvöldið. Ég er mjög spennt fyrir því. Og það bara verður stiginn dans, væntanlega? Ég ætla rétt að vona það. Og svo er ég mjög spenntur líka fyrir Gyðu Valdísdóttur tónleikum hennar. Epicycle held ég að þeir kallist, sem verða í Bátahúsinu á laugardaginn. Og það er tónlist sem á mjög vel heima á hátíðinni. Þetta er tónlist sem spannar 2000 ár. Og það er til dæmis tónlist þarna eftir Hildegard van Bingen sem var nunna. Og samdi tónlist, ein af elstu kventónskáldum sem vitað er Og er hún að sinna kventónskáldunum sérstaklega eða? Ég hef ekki náð að kynna mér efnisskrána til hlítar, en þetta er svona, spannar þessa sögulegu vídd og það kæmi mér ekki óvart með við svona yfirskriftina að það sé svona kvenlægar áherslur. Frábært. Mjög spennandi. Og þú náttúrulega ekki að sjá allt saman, sumt fer kannski samtímis fram eða hvað, gæti einn maður mögulega að sjá allt? Já, í þetta skipti þá er það þannig. Það er hægt að kaupa til dæmis helgarpassa og hann gildir föstudag, laugardag og sunnudag. Það eru lokatónleikarnir Sinfóníuhljómsveit unga fólksins í Siglufjarðarkirkju, vegleg efnisskrá, stór sinfónísk verk en svo er hægt að kaupa armband eða aðgöngumiða á alla hátíðina. Hvað kostar helgarpassin? Helgarpassin, hann er á 8.000. Já, það eru 8.000 helgarpassin. Það eru alveg nokkru tónleikar í því. Já, ég ætla að vera alveg viss og já, það er það er mest helgina, þannig að þú ert að fá flest tónleikar þar, mest fyrir peningin eða þannig, en svo er þarna tónleikapassi á alla hátíðina, hann er á 16.000, það eru allir dagarnir. Og þetta getur maður nálgast með því að finna einhverja heimasíðu, Facebook-síðu? Já, þetta er allir miðar á sölu, hátíðarpassin er til sölu á tix.is og svo er bara hægt að hringja á Þjóðlagasetrið og panta miða á staka tónleika, það er líka hægt. Þannig að fólk getur bara valið alveg úr þessu og allar upplýsingar, dagskráin er að finna á heimasíðu hátíðarinnar sem er siglofestival.com. Siglofestival.com, allar upplýsingar, þetta verður rosalega veisla, heyri ég. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og bara góða skemmtun. Takk fyrir að bjóða mér.